Það fari verkefni 21 á blaðsíðu D8, 21 Pokémon. Í þessu skjali ætlum að breyta stílum, búa til nýja stíla og tengja stíla við texta. Stílar eru notaðir til að auðvelda útlitsbreytingar á skjölum og samræma útlit þeirra. Efnisgreinastílar eru fyrir mótun efnisgreina og leturstílar fyrir mótun leturs í afmörkuðum hluta texta eða efnisgreinar. Töflustíla getum við búið til að móta jaðarlínur, skikkingu og fleira. Og listastíla getum við notað á efnisgreinar með áherslumerkjum eða númeruðum greinum. Í Word eru margir innbyggðistílar sem hægt að breyta eins og normalstílinn. Þið sjáu hérna upp á home-flippanum, þá sjáu þið hér stílana, heading 1, heading 2 og svo framvegis. Við erum að fara að vinna með það svolítið í D-hlutanum. Og heading 1 er fyrirsagnastíll, fyrirsögn á fyrsta þrepi. Förum hér og merkjum hérna með fyrirsagnastílnum og allar þær fyrirsagnir sem við merkjum fá sama útlit. Þetta samræmir útlit á skjölum. Þannig að við ætlum að byrja á fyrsta lið hérna í verkefni 21. Þið setjið sjálf haus á skjalið. Við erum ekki með fót, það eru neðanmálsgreinar. Við ætlum að þið sjáið í skjalinu hvaða texti á að vera á hverjum lið fyrir sig og ég gerði hér áðan, merkti hér með heading 1. Við ætlum að breyta stílnum. Ef við förum hérna í paragraf, þá sjáum við að það eru 6 punktar fyrir ofan en ekkert bil fyrir neðan. Við ætlum að breyta því þannig að næsti stíl sem við merkjum með heading 1 fái sama útlit og þessi stíl, en við ætlum að breyta stílnum. Þá hægri smellið þið á stílinn og farið í Modify. Og það stendur hér að þið eigið að hafa 12 punkta á undan og 3 punkta á eftir. Þetta er í 14 punkta letri og línubili 1 og vinstri stilt. Þannig að við förum hér í format og paragraf. Við höfum 12 punkta á undan og hér þurfum við að skrifa 3 punkta. Hleypur á 6 og segjum OK. Þá sjáum þið bilið sem er komið hérna á 12 á undan og 3 á eftir. Og við ætlum að merkja þessa fyrirsögn líka með heading 1. Þá fær hún þetta bil að því við breyttum stílnum. Ég ætla að merkja hérna alla stíla með heading 1 sem eiga að vera með heading 1. Og Pokémon Go á að vera með heading 1. Og þetta samræmir að það sé samræmir útlitið á öllum fyrirsagnastílum. Ég ætla að sýna ykkur í næsta myndskeiði hvernig þið búið til nýja stíla og tengið við textan eins og sýnt er. Þannig að ég ætla að vista.